kvöld. Þátturinn í kvöld verður að stórum hluta í bundnu máli. Aðalaðstæðan fyrir því sú að hér verður sungið mikið, en ég get þó huggað ljóðfælna áhorfendur með því að það verður töluvert talmál inn á milli. Allir gestir mínir eru stórsöngvarar og eiga það sammerkt að eiga stóran aðdáendahóp hér á landi og jafnvel víðar. Frá Ítalíu kominn sjálfur Kristján Jóhannsson yfirtenor og Evróvisjón-stjarnan Selma Björnsdóttir heimsækir okkur líka. En fyrst ætla ég að lesa hérna fyrir ykkur eitt bréf sem ég þótti óvenju skemmtilegt. Mér varð svo mikið að sjá hann Guðna kjassa kúna að ég gat ekki einu sinni kasta fram stöku, sem þó mitt ósjálfráða aðalsmerki og ég frægur af í flestum fjórðungum. Ég reyndi, Guð minn góður, ég reyndi, en það kom ekkert nema stam, tafs og töð. Hvað rímar á móti Guðni? Ekkert. Og hvað rímar á móti Ágússon? Enn færra. En kýr, þar skorti nú ekki rímorðin. Og það var nú einmitt það sem felldi mig á svellinni og braut braga. Ég gat með öngu móti hort fram hjá rímorðinu hýr. Og það veit sá sem allt veit að ekki hann Guðni hýr, þó hann kassi beljur. En hvað á að gera við svona mann sem rímar ekki við nokkuð skapaðan hlut? Og þetta skrifar Þorfinnur Torfason í Gerði. En okkur ekkert af vanbúnaði. Hingað kominn sjálfur Kristján Jóhannsson og hann ætlar að byrja á því að flytja fyrir okkur Hamraborgina. Haldið ykkur fast. Kristján Jóhannsson, gjörðu þið svo vel.
Bless þú sæl. Sæl. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir komuna. Ég var nú að standa upp til að kissa því ég vissi ég fengi 2, svona á ítalska vísu. Það er málið. Heyrðu, þú fórst létt með þetta. Ertu í toppformi þessa dagana? Toppformi. Já. Hvernig er þetta með Hamraborgin? Er þetta lag sem allir hetjutenórar verða að syngja? Nei. Nei. Þetta er lag eiginlega bara að skrifa fyrir mig. Ég skil þig, Það er svo eitthvað mál. Já. Það var nú aðri verið að fikta við að syngja þetta, Jó, þeir að vera því. Já. En þetta er svona, skulum segja, svona aðalsmerki mitt, Já. Hamraborgin. Hún er mjög vand með farin, hún er erfið í söng, það er að segja, syngur hann í uppræðlegri tónhæð, svo náttúrulega hægt að varjera því eitthvað til. En hún spannar í langt svið, breitt svið, bæði hátt og lágt og síðan er textinn þrumandi, Davíð Stefánsson. Þannig að þetta skiptir máli hvernig hún er túlkuð líka. Já. Þetta er ekki bara spurning að syngja hana. Nei. Hvernig er að vera komin heim? Eða er kannski meira heim á Ítalíu nú orðið? Já, það er alltaf, ég kem alltaf heim og þannig líður mér og þannig er það og þannig á það að vera. En Þú ert að tróðfylla tónleika hérna alla helgina? Jú, ég tróðfyllti strax á fyrri og það eru bara örfáir miðar eftir á seinni sýningu. Þannig að ég er mjög hamingjusöm með það mál. Heyrðu, þú ætlar að eyða jólunum með páfanum. Hvað ætlar nú að gefa Jóhannes Páli í jólagjöf? Veistu hvað ég ætla að gefa honum? Já. Ég ætla að gefa honum þá stór gjöf. Ég ætla að fara með börnin mín og kynna börnin mín fyrir páfanum. Já, það var nú vonandi gaman fyrir þau líka. Já, ég er ekki vaf það. Já. Ég held að það og veit að þetta verður mikil stund. Þú ert ekki kaþólskur, er það? Nei, en hérna, ég lít þannig á það. Nei, hvað er það? Já, að því leytinu til að ég lít á það að Guð almáttugur sé einn og bara einn og hinn sanni, eini sanni. Þannig að ég lít þannig á það, þetta sé spurning bara seremonjur og svo lítið öðruvísi túlkun á sama dæmi raunverulega. Og hjá okkur er ekki protestant eða mótmælenda kirkja en við eigum aftur okkar kirkja á staðnum og Don Giuseppe, okkar mikill vinur, presturinn, aðalpresturinn í kirkjunni er okkar vinur, fjölskylduvinur og hann við förum þangað, þá sjaldan við förum. Já, þú sagði börnin ætlar ekki að taka Sigurjónu með þig líka? Jú, fyrir að sjálfsögðu. Hvernig er það? Að vísu er ég bara með 1 barn með mér núna. Já. Og altså frá Ítalíu og Sigurjónu heima. Já. Og hérna. Eru krakkarnir þínir eitthvað farnir að syngja eða sérðu þú alfarið söng á þínum heimili? Veistu það, já, en hitt er hann að máli, ég hef litla stelpu 30 ára. Sem að syngur eiginlega bara frá mótni til kvölds. Já. Er hún ennþá svona lík þér? Ég man eftir myndaðin utan einhverju blaði og hún bara alveg eins og þú. Já, en þó hún ennþá verri ég pissi ekki á almannaværi svona, allavega ekki svona fyrir fram að myndaður allavega. Segðu mér, nú hefur ferill þinn undanfarið verið alveg ævintýri líkastur. Hverju þakkar það? Já, við tölum Guð almáttugan, ég þakka honum fyrst og fremst fyrir það. Síðan kannski hef ég ekkert verið mjög heimskur að vinna úr því sem að Guð gaf mér og ég hef fengið digga aðstoð til þess líka. Já. Ég hef fengið góða aðila til að vinna með mér og ekki síst núna kona mín undanfarið 16 ár. Já. Og þetta hefur bara alltaf lukkast. Áttu einhver hlutverk, einhver draumahlutverk sem þú ekki ennþá komist í tæri við? Nei, þau eru nú, sko, ég á eftir að syngja 2-3 óperur Verdis ennþá. Já. Og mér langaði mikið eins og til dæmis Ernani. Ég er búinn að syngja núna 13 óperur Verdis og 12-13 líka Puccini. En mér langar í Ernani, ég er búinn að syngja eiginlega meira á minna restina af því. Já. Fylgist eitthvað með starfi íslensku óperunar hérna heima? Já, lítillega. Já, náttúrulega gegnum fjölmiðla og því er náttúrulega kannski öllu logið, ég veit það ekki. En ég geri það nú talsveit og ég hef nú aðeins miklar áhyggjur af því þetta heim öll saman. Nú, hver er? Ég er reynar búinn að hafa það alveg frá byrjun. Já. Af því að þrátt fyrir bjartsýni þá vissi ég að þetta gæti ekki blessast í þessum gír sem það var.
Nei. Og það getur heldur ekki blessast eins og á því ég haldið núna, þó ég sé bjartsýnn. Já. Og það bara ein leið í að gera bara eins og alla menningarþjóðir heims og það að renna þeim saman einhverju leyti að öllu þessum þremur stólpum, Þjóðleikhúsi og Sinfóníuhljómsveit Íslands og Íslensku óperunni. Og ég meina að vera að reyti þetta einhverjum fáum 1000 köllum og ég hef bara sagt þér það að þessa framlag ríkisstjórna til Íslensku óperuna eru svona góð lög, laun kollega minna. Í óperuheiminum? Já, árslaun. Framlag íslenska ríkis til Íslensku óperunar. Þeir eru með þetta 50-60 milljónir og meira á ári, góður óperusöngvari, ef hann getur eitthvað. En þú? Og nei, ég segi það ekki, en ég sagði kollega minni. Okay. En málið að þetta svo fáránlega lítill peningur og þetta eins og ég sagði einhvern tímann að vera með gauðra nýja snörn og gefa hann að drekka, skilur svo. Hérna gott rauðvin eitthvað svona, svo blessað. En síðan þarf að auka, ef þú gefur mig tíma, þá þarf að auka skyldur Sinfóníuhljómsveitarinnar, það þarf að borga meira, það þarf að bæta við svona hálfri hljómsveit, þannig að við getum verið með næstu því 2-falt batteri í gangi. Það þarf að ráða 20-30 manns í kór, hafa atvinnu kór sem þjónar öllu landinu. Hann þjónar útvarpi, sjónvarpi, Kemur þú ekki bara einhvern tímann heim og verður óperustjóri og... Nei, ég þarf að vera menningarmálaráðherra. Það er nefnilega það? Og það klappi yfir því. Og ég myndi ekki gera þetta eins og gert í dag, ég myndi mið- og hægri stjórn og tóm og kommunist sem stjórnaði. Nei. Bara listamennir ráða? Listamennir ráða og hann vil náttúrulega vera með réttan fána líka, helst í hendinni, en réttan lit. En mér finnst það svolítið skrítið að ég svona frekar hægri maður, að ég þurfa að díla við svo... Þú sem ert svo elskulegur, ég hef aldrei trúið því. Ég þurfa að díla svo eiginlega hálfgerð að koma alls saman. Það svona, það er mjög óvenjulegt fyrir mig, vegna þess að erlendi þá skiptur ríkisstjórn, þá skiptur alla þessa hugla sem ráða í óperúsum og sinfóníuhljómsveitum og þá þeim bara hent út. Af því að menn vilja að þeir séu sem næst, þetta er kannski ólýðræðislegt, ég veit ekki, þeir séu svona því sem næst þeirra skoðanar, skilur á hlutunum. En þetta er frumskilyrði, því sjá það ef Þjóðleikhúsi, og við erum með fína þjóðleikhússtjóra búin að gera frábæra hluti, að verkefni hans allt og einfalt fyrir góða mann. Að vera að dunda sig við að stjórna leikurum og punktu basta. Ég meina að vera óperusöngur, óperettur, ballett og... En veist þú hvað leikar í Þjóðleikhúsinu sem búin að vinna þar til dæmis í 30-40 ári með í mánaðarlega? Það skammalegt. Það svona 100 og kannski 30.000 krónur á mánuði. Já, alveg út... Ég meina þeir eru ekki allir góður heldur, þeir eru fáið góður. Þeir eru margir ágættir, Kristján. Já, ég sagði það ekki heldur, en þeir eru margir mjög góða leikara og þarna þarf heldur, má það ekkert vera að sem því miður þá þegar þú dórið fastráðin, hvort þið í Þjóðleikhúsinu eða óperun erlendis eða hvað sem að þá þetta svona eitthvað gamalt koma ráð að borga öllum eins, skilurðu. En þetta verður að fara eftir bravúr og eftirspurn. Já, þetta fer náttúrulega líka eftir smekk vegna þess að til dæmis eins og þjóðleikhússtjóri sem situr í ákveðin mörg ár, hann ræður það starfsfólk sem hann hefur smekk fyrir, ekki satt fyrir, ekki satt og... Já, það þjóðleikhúsráð líka reyndar, eða ekki? Já, kemur að því einhverju leyti, þannig að þetta verður alltaf dálítið undir smekk eins manns. Þeir eru í rosalega sterkri stöðu, en málið það sem ég vil sem svona aristokrat svolítið, dálítið mikið, þá vil ég bara sá sem selur miðana, hann fær hæðstu laun, buntu basta. Það svo einfalt. Þú verður bara einhvern tíma menningarmálaráðherra, Kristján. Þú sér það, Halldór Laxness var aristokrat eftir allt saman, þetta er að fóra að græða peninga. Þá sá hann bara, góð gæð. Það er mörgum þótt gott að græða peninga. Það er mörgum þótt gott að græða peninga. Já. Heyrðu, yfir í aðra sálma og aðeins meira Ítalíu. Ertu flinkur að elda ítalskan mat? Sko, ég hef aldrei sagt verið flinkur að syngja en að elda mat er ég mjög flinkur. Hefur mataræði áhrif á röddina? Já. Mikið. Og er eitthvað ákveðið sem þú borðar fyrir tónleika eða? Já, ég til dæmis, það er margir sem álita að sterkur matur sé slæmir í maga, en það er alveg rangt. Vegna þess að ef það er mikla magasýru þá er betra að bæta við sterkur mat. Já.
og þá tekur bara náttúran við og lækkar sýrun í maganum. En það sem fer með okkur til þess Íslendinga og þjóðverði til dæmis þetta sósu og rjóma kjaftaði allt saman og rjómi með hveiti og smjör og það vont fyrir röddina? Já, það bara vont fyrir líkamann. Og þetta þungt og erfitt að melta þetta. Ég nærði sólarhringinn að melta þetta. Staðan fyrir út með góðan pastadisk og án rjóma og svona rugl, þá bara meltur þetta á 2-3 tímum. Og þið líður eins og $1,000,000 á eftir. Eins og $1,000,000? Sefur betur og gerir allt betur. Já. Þannig ég borða svolítið létt pasta fyrir söng. Og ég gæti bara ekki sungið á þess. Ef alla. Atvinnusöngvar á þínu kaliberi, lifir þetta fólk ekki í stöðugum ótta við það að missa röddina? Nei. Sko, góður óperusöngur söngur frá náttúrunnar hendi. Og það má ganga helvíti mikið á ef að náttúrutalent á að missa röddina bara sér svona. En hitt hana mál að það hefur komið fyrir mig. Og ég get sett svolítið spooky í sögu af því. Ég var einsinni í sem betur verið bara einsinni komið fyrir mig. Og hún bara fór alveg. Og ég var í Dresden. Og meiri sé einna fyrstu svona vestur-evrópsku söngur sem að þeir borguru eðlilega og var í kringum nýja produksjón, nýja uppfærslu. Og við vorum alveg frábær sópran, Michel Kreider, meiri háttar sópran. Og við erum við syngjum og æfum og allt og langar æfingar 6 vikur. Og svo fyrir ég frumsýningu, það var ok, svo fyrir ég 3. og 4. og ég finna þetta svona smá dalar hjá mér og ég finna ég er komin í helvíti mikla klemmu og það alltaf til, svona cover eins og segja. Og það var spánskur strákur, bara helvíti góður og hann var alla dagana nema, ég verð nú að segja sjálfur mig til hóls að ég hef búin að cancela 3-4 sýningum á 20 ára ferli. Þannig að það veit allir óperuheimurinn að the guy is tremendous. Þannig að þú klikar ekki? Já, þeir treysta mér meiri sér í þessu tilfellum of. Og við erum og Vjótti sem stjórnar og vinur minn ítalskur og við erum förum í hótel og niður á restaurant og borðum sýningadaginn. Og ég segi, Marcello, non ce lo faccio oggi. Það að segja, ég get ekki sungið í dag. Ég finna þetta bara alveg að fara. Allt í lagi með ekkert mál. Ég meina það. Hæja, hann hringir óperustjórann. Óperustjórann segir, já. Það ekkert með að hann verður að syngja. Vegna þess að við gáum gæjanum frí í gær. Hann var til Spánar. Sá sem átti að kofera mig. Þannig að hann var ekkert eins og staðnum. Og þú fær ekkert bara að rata með þessi bingo svo hann bara kemur ekki í reglíf niður. Þannig að, og sérstaklega samdags. Þannig að mér var auðvitað upp á svið og ég byrja á Celeste að ræðinu og það alveg bara smiðið sko og næja ljúka henni svona mello og síðan hellingssöngur og eftir og síðan ég komið svo kallega Nílar senu þegar þau hittast Aida og Radames og faðir hennar Aida í leini að hlusta á hernaðarleyndarmál Egypta og ég bara í miðjum duett að þá bara smá svona fjarrætt út svo endi með að það var ekkert og ég fer svona bara gefst upp á Texasvísu og segi Marcello non c'è più niente það bara ekkert eftir, þetta búið og tjöldin falla niður og það var ég svitna þú segir þetta var á sunnudags eftirmiddag og pakkað hús alveg pakkað og öll þessi sýning og allt í kringum var svona gala og mikið í sambandi það var nú sterkar taugar og þetta bara cancelað gallerínu við vorum í miðri óperu það var nú sterk bein til þess að standast svona já og svo segir Marcello við mig herði ég hef nú bara aldrei fengið svona vel borgað fyrir lítið að því að sýningin var svo stuð já og þá fór hann bara heim nú ertu á sífelldu flakki og stundum langt frá fjölskylduninni verður aldrei einmana?
Jú, það kemur fyrir. Og liggur þá í símanum? Ef ég ferlega eina, þá ligg ég í símanum og við tölumst við, ég og Jóna kannski 3-4 sinnum á dag. Og ef hún heyrir svona viss tónn í mér, þá bara flugvélinn og hún flýgur til mér í sveska. Og það er ekkert... Gott að hafa svona portable wife. Já, portable, já. Svona Walkman wife. Walkman wife. Og þá bara droppaði yfir eða þá ég hef einhver möguleika að koma mér heim. Já. Og það er náttúrulega vinningurinn að vera niður á meginlandinu. Þá getur alltaf, sem sagt, þetta er svo stutt. Já. Ég get kannski verið í Berlín og eftir 2,5-3 tíma er ég komin heim í eldhús. Já. Eða þannig. Farin að elda pastaði sem þú ætti að segja þér frá. Ef þú hugsar svona tilbaka, Kristján, hvað er kannski eftirminnilegast á ferlinum til þessa? Já, það er nú mjög, Hvar varstu ánægðastur með þig? Ég var ánægðastur með mig á Scala di Milano, 1988. Og það var ofsaleg upplifun. Og bara, þú veist, það meiri séð Þjóðleikhúsinu er svona sérstök karakterlykt og andrúmsloft. En þarna er það ótrúlegt. Þú labbar hérna til göngun, ég fann lyktina af Gigli og Caruso og Franco Corelli og öllum þessu vinum mínum, sko, sem ég dái. Og þú bara, þetta var svo stórkostlegt. Og ég var með sömu, það var ennþá sama stóllinn og sama píanó sem að Gigli var að pikka á og sömu fatahengin og allt. Ég menn, þetta er alveg ótrúlegt. Og það er alveg númer 1. Þó maður væri náttúrulega alveg að gera í buxurnar þannig lagað. En það var, ég man að ég satt út á vængnum og var að bíða eftir að ég er sendur inn og ég sé öll þessi ljós og sé gamla vin minn Gianandrea Gavazzeri sem að hélt mikið upp á mig, blessi sér minning hans. Og ég held ég að gert hvað 7-8 nýjar pródúksjónum. Það er sko, þannig er business, eftir allt þá ráða þeir, hljómsveitarstjórnar. Og ég sé hann að það gamla kallið, sko, þá var hann 8 og öll þessi ljós. Og ég ekki svarið það, ég var svona alveg við það að líða yfir mig. Og ég snýst allt saman og ég segi, æja, allan að fara að klúðra þessu núna, æja, eftir allt, allan kjaftinn og allt, og bara gera á því hérna. Og ég svona kýldi mig upp, sko, í Rólítorn. Þannig ég var alveg orðinn svo ljón, sko, og Og gekk draumur vel? Já, alveg dundur. Já. Ofsalega gaman. Er þetta satt að óperusöngurnar séu svona miklir skaphundar? Eru stundum slagsmál baksviðs í óperunni og svona? Nei, nei, það er sko... Ég er betur en þú og svona. Já, kettlingarnir eru náttúrulega rosalega, sko. Nó, já. Já. Það er þær eru stundur rosalega, sko. Og þá vondar við hverja aðra er að... Ég svo satt, sá tenor í veldinu sem á flesta tenora að vinum. Já. Og svo sé Jóna við mig fyrir maður konsert, ég sé, djöfull var þetta flott, það var æðislegur strákur. Hvað þér finnst þér allir æðislegir, sá hann. En það látar að ég veit hvað þetta kostar og hvað er bakvið og hvað eru búin að gangi í gegnum og þess að það lítur að skipta líka miklu máli að halda eftir einhverju örlæti fyrir þá sem er í kringum hann, ekki rétt? Jú, veistu það góður listamaður, já þú veist ég þarf ekki að segja það, að hann er með stórt hjarta og örlátur en það er það náttúrulega hluti af þessu að svona meðal ljón er sá sem gefur ekki það sem hann á. Já. Hvorki hann náði ekki til eða ræður ekki við að gefa það frá sér og þetta ræðist af því, sko. Ég fann ekki að segja þér um það, eða hvað? Jú, þú ert alltaf að segja mér um það, Kristján, heyrðu, en segðu mér, hvaða músík hlustið þið á svona heima í stofu, þið Sigurjón? Já, ég ekki sagt þið það að það er nú kannski, má segja, svona ekki kannski á hæðsta standard, tónlistlega séð. Nei. En ég var að hugsa á tímabili að fljúga heim og ganga frá Ladda, alveg. Frá Ladda? Já. Já. Vegna þess að það var Laddi frá morgni til kvölds og það var Laddi í bílnum og það var Laddi allstaðar. Það var konstant með börnina. Já, einmitt. Og við gerðum mikið að ferðast milli... Mikil samkeppni. Já, það var skelfilegt. Nei, það er helvíti góð. En hvað kaffibrúsa kallar og allt það og svo þegar hann fór að syngja og allt það.
alveg frábært og krakkandi voru alveg vitlaus í þetta, sko. Hafið þið ekkert kynnt börnin ykkar fyrir svona aðeins nýrri komikurum, þannig svona? Jó, sko, nei, en hittir og svo sér Björgvin Halldórsson mig alveg. Já. Hann hafði pundar á með öllu sem hann gefur út og aðri gefur út á Íslandi. Þannig að þrátt fyrir það, þá fylgist þið nokkuð vel með þessu, sko. Heyrðu, ég veit að þú ætlar að syngja fyrir okkur. Er það? Já, eitt lag. Borgarðu vel? Ég borgar rosalega vel. Er það ekki? Jú, Markús Örn borgar svo rosalega vel. Já, ég veit það. Og hérna, ég veit að þú ætlar að syngja Bláu augun þín, sem eftir hann Gunnar Þóðar, og ég ætla að spyrja þig, mútaði hann þér til þess að syngja þetta? Nei, hann þarf að segja þess ekki, Gunni. Þú veist að við erum búin að þekkjast í mörg ár og raunar hef ég búin að syngja nokkur sinnum og af mörgum ástæðum en við höfum verið að dúlla saman svona í gegnum tíðina og ég hef ofsalega mikið haldið upp á þetta lag alla tíð og þetta er eina af þessum perlum sem að allir þekkja og búin að þekkja það í hvað 100 ár og hérna 250 ár. Þetta er eitthvað sem að gleymist aldrei. Þetta er þessi laglína eins og Verdi gamli sagði. Þetta er sem að hlutinu auðveldari, þá fallir hann, en hann þarf að vera pjúr, þú veist, koma frá hjartanu. Og það er bara öll sagan. Og Bláu augun þín koma það. Heyrðu, við skulum bara heyra þig syngja þetta lag og ég þakka þér innilega fyrir komuna, Kristján. Þakka þér fyrir, sko mín. Þetta var rosa gaman. Já, rosa gaman. Rosalega. Já, gerinu guðið. Takk fyrir, ég var það. Já. Bláu augun þín blika djúp og skær lýsa leiðina mína líkt og stjörnur tvær þó að liggi leið mínum langan veg aldrei augnanna þinna held ég gleymi þau minna á fjallavötnin fagurblá leiðina mína líkt og stjörnur tvær. Man heitir bara vangan og laga ekki með tekunni. Fagurblá
Já, hvað á ég að segja? En, jú, ég var víst að halda áfram. Netklúbbar flugfélagana keppast við að reyna að tæla okkur landsmenn með gylliboðum helgarferðir til Halifax og Hull svo við getum keypt ennþá stærri, ennþá fleiri og miklu dýrari jólagjafir. Mæðgurnar fylgjast vel með í þessum efnum eins og öðrum og nýverið brá Gagga sér með saumaklúbbnum til Newcastle. I'm home! Mamma! I'm home! Gagga, ertu komin? Já! Guði sér lof! Ég held bara að flugvélin hefði hrapað. Eitthvað hræðilegt komið fyrir. Já, það var líka 15 tíma senkun og líka á leiðinu út. Þannig að það voru nú ekki nema 20 tíma sem við höfum þarna samfleytt í Newcastle. Sem betur fer þá var nú mollið opið allan sólarhringinn svo ég gat bara drifið mig beint þangað. En það þarf maður ekki að fara neitt annað. Ég er með svo mikið jetset. Ég er ekki hissa þér, mín. Og alveg að springa á bjó. Það ætti bara hreinlega að leggja þessa flugleiðir niður. Að selja fólki 3 daga verslunarferð og láta það svo hanga í fríhöfninni megnaða tíma. Hvað voru ykkur ekki boðnar einhverja bætur? Jú. Flugleiði gaf okkur orange juice og svo báðu flugleiðir afsökunar en það voru þetta var 2 tíma bið í flugvélinni eftir að við höfum beðið sko í 10 tíma á Leifsstöð. Og hverjum heldur að við höfum verið að bíða eftir? Hvernig á ég að vita það? Músanef, auðvitað. Og hún átti bara að sitja við hliðinu á mér og ég bara fór í gerfi, ég vissi hvað ég ætti að gera. Ég bara, þá kom flugfreyjan og sett hann yfir á Saga. Það var mannskjan líka að gera þetta með almúa. Mér er sagt hún pænti sér alltaf með á almennu farrými og sé alltaf færið yfir á Sagaklass. Helvíti svitlis. Fólk skul ekki skamma sín að vera alltaf að dylgja svona út í hann á Dorrit. Voðaleg brenni ég slíkt ræðir. Þetta hefur nú ekki bara verið órans djús sem varst að drekka. Vertu ekki að þessu kvappi, mamma. Það var svoleiðis brjáluð stemming í vélinni. Heyrðu, Kristján Jóhannsson satt aftast í vélinni og ég satt fremst. Þú veistu, það var bókstaflega eins og maðurinn væri í einan á mér allan tíma. Raddstyrkurinn, sko, hann er bara eins og almannavarnaflautuna. Meira baulið í hann og Stjána alltaf. Svo þykjast það að vera orðin ítali síðan hann út höndunum eins og hann var nú príðilegur biðvilavirki. Nei, ég hef alltaf verið miklu hrifnar á hann og Garðari Cortes. Það var maður sem hafnaði heimsfrægt og ekki sífellt að belgja sig út allar jarðir. Hvað, veslaðir ekki eitthvað? Varstu bara að syngja og svalla? Það er allt helmingi ódýrari í Newcastle. Já, barnafötin er nú bara beinlínis ókeypis, sko. Ég keypti fulla tösku af jólasveinabúningum að börn á aldrinu 0 til 6 mánaða. Jólasveinabúningum? Handa hvaða börnum? Mamma, hvað er það? Ég ætla að leigja bás í kolaportinu og selja þetta. Ég ætla að moka þessu út næstu helgi. Fólk var alveg brjálað í þetta að núti. Ætli þetta nú ekki að byrja því að reyna að losna við aldamótadiskamotturna sem þú keyptir hann í fyrra? Hvað voru það? Ekki 100 móttur? Mamma, hver heldur að vilji diskamóttur sem stendur 2000 á? Það eru útrunnar. Breytum bara 0 í 1. Ekkert mál. Það er líka fullt af fólki sem heldur því fram að aldamótin séu næst. Hann Árni Björnsson, þetta þjóðkvættafræðingur, hann er svo fallega stórskórinn. Hann heldur því fram að maður eigi að byrja að telja á einum, ekki 0. Ég hef alltaf talað 1, 2, 3 og svo framvegis. Ég fer nú ekki að hætta því núna. Mamma, já. Ég keypti líka svolítið handa þér. Já. Tada! Hvað varstu full allan tíma? Þeir eru alveg ógeðslega sætir og sniðir inni, sko. Maður stingur þau bara inn í örbylgjuna og þeir haldast heitir í 20 tíma samfleytt. Mér fannst þetta svo típist þú með öll þín fótamenn. Í hvaða örbylgjöfn, en ég mætti spyrja? Það er alltaf jafn gaman að gefa þér eitthvað. Ég keypti líka örbylgjöfn. Ég ætlaði að vísa að reyna að kaupa örbylgju loftnetin og svo rættum ég kæmi ekki fyrir í vélinni og ég keypti örbylgjöfnin í staðinn og ætlaði nú reyndar að gefa þér til jólagjöfn. Þú er nú sjálfsagt fúlsa við því líka. Já, það getur nú segja þér upp á. Örbylgjur eru lífshættulegar fólki. Hvernig heldur að fætundun á mér yrðu eftir þetta? Og við hvað tækifæri? Mætti ég spyrja? Ætti ég að sýna mig í þessu? Það þarf enginn að sjá þig í þessu, mamma. Þetta eru inniskór. Nema náttúrulega ég.
Mér finnst þér ógeðslega sætir. Ég þarf svo sem bara að gefa henni Siggu mákonu þá í jólagjöf. Svo þannig að ég nú ekki að gefa henni plattan með handafarinu þínu. Þá eru það að gefa henni ofnin líka. Það gengur ekki. Nú selur þetta bara með jólasveinadóttunni í kolaportinu. Það hlýtur einhver að vera nógu vitlaus til þess að kaupa sér vitleysu.